ætla að segja við þau, sko, þetta snýst hvað kemur út úr tækinu, þetta snýst ekki tækni, sko. Dagskrárgerð snýst ekki tækni, það snýst að hafa eitthvað að segja. Þetta geggjaða punktur. Erum við ekki bara að byrjaði með þessari litlu sögu þess? Ég held að geggjaða að fá því heimsókn. Takk samleiðis. Takk fyrir að koma. Þetta góða punktur sem þú ert að koma með að maður á endanum snýst þetta bara outputið, sko. Eða það fyrst mér, þetta alltaf, þetta gott að hafa pródúsjón og flotta umgjörð. Já. En á endanum myndi maður alltaf, maður sér að fólk horfi frekar á góða sögu í hráum gæðum heldur en lélega sögu í rosa góðri pródúsjón, sko. Já, eða lesa góða bók á þunnum pappír frekar heldur en góða bók á fallum pappír. Algjörlega. Þessi lélega bók, sko. Þetta snýst bara hvað hefur eitthvað að segja. Kannski er ég orðinn gamall kallið. Mér þetta verið svolítið svona þegar ég að horfa á bíómyndi núna sem að koma út. Þá finnst mér bara svona, akkur ekki sett meira í handritin. Mér finnst vera svo mikið að góða bíómyndir núna. Er það að tala sko, já, það eru ekki DC eða Marvel, sko. Góðu punktur, og það náttúrulega mikið af því besta í dag að koma út beint í sjónvarpið, sko. Já. Þannig að ég meira meina kannski það sem að koma í svona þessar stóru myndir sem að koma í bíóhúsin. Það er stundum þetta upp á. Já, ég nefnilega einmitt búin að vera var við það, sko. Mér finnst einmitt, og bara frá Hollywood, vera að koma bíómyndir sem að hafa meiri dýfteldur en hefur oft verið, sko. Þannig að mér finnst, sko, að vera svona tími sögunar, sko. Já, hann að koma aftur á því að náttúrulega pendullin, þú veist, á sama tíma, þetta eins og með podcastin, sko, sama tíma og athyglisspannið alltaf minka og enda í, sko, TikTok, eða kannski einhverju sem eru ennþá styttra, þá verður til markaður fyrir podcastin, sko. Já. Og sama með þetta, því meira sem að dýrustu myndirnar eru farnar að vera bara tæknibrellur, sko, að þá myndast náttúrulega markaði fyrir eitthvað sem allt öðru sig. Já. Og það stundum gott að pendullin sé svona, stundum það vont, sko. Ég hlustaði á þau í öðru podcasti þegar ég var undirbúið mig og mér finnst áhugavert, sko, í seinnipartin með að vera, og að því að tala þetta með $50 útsendingastjórnunartækið, að vera opin fyrir nýjungum, sérstaklega þegar maður eldist, sko. Að verða ekki hrokafullur og svona gera grína þeim sem að koma með eitthvað nýtt. Já. Mér finnst það að vera mjög mikilvægt og það eitthvað sem ég reynt að temja mér, sko. Vera alltaf leitandi. Leður maður hættir að vera leitandi, þá hættir alltaf gerast. Og að pirra mig alltaf þegar fólki kringum mann að, sko, gera grína af einhverjum nýjum, sko. Og það svona að því að við erum öll einhvern tíma ný og maður veit aldrei, sko, þessi nýji hann bara að fara að vera betri en þú, sko. Alltaf sína þessum nýju virðingu. Mér hefur alltaf fundist það einhvern veginn vera mikið atriði. Ég man þegar að, þú veist, ég var að koma nýr inn í auglýsingabransan að ég þótti nú ekki töff, sko. Akkur ekki? Ég kom frá nýri hlið. Ég kem úr heimi dagskrárgerðar og ljósvakamiðla sem að var kannski svona eins og netheimar í dag, sko. Og þeir sem voru fyrir voru yfirleitt hönnuðir og þá snýrist þetta allt útlit, sko, að meðan að ég vildi vera meira að segja sögu og ég var búin að skynja að útvarp var gagnvirknimiðill. Þannig að það var að nota það líka í markasetningu sem gagnvirknimiðill. Þannig að vera með beinar útsendingar í útvarpi frá viðburðum og fá fólk á staðinn að koma með gagnvirkni eða leiki þar sem að fólk ták þátt að koma með gagnvirkni. Þannig að það var þetta að kenna fólki á nýja hegðun eða nýja vöru eða hvað þetta nota einhverja vöru í gegnum dagskrárgerð og það væri líka auglýsingamiðill. Þetta
þótti mörgum ekki töff sem voru kannski bara að hugsa einhverja smellna fyrirsögn og flotta hönnun sem líka gott, sko. Það bara, þau sá ekki að við vorum í sama bransanum, sko. Þannig að Getur þetta ekki orðið pínu bölvun einmitt að sko ef að þú prófar aldrei að vera aðeins svona nýi gæinn eða skrýtni gæinn og svona vera þeim megin við borðið að það sé jafnvel gert eitthvað grín að þér. Þú ert alltaf hluti af sölukrökkunum einhvern veginn. Þá verður til ákveðin hroki og skortur og auðmýkt. Ég sé þetta svolítið í fjölmiðlunum að þú veist eins og til dæmis bara þeir sem eru svona einhvern veginn svona mest inn, eins og svona, þú veist, bara rúf og eitthvað svolítið, þá, þú veist, svo koma podcast eða eitthvað svona, þá er þetta bara upplýsing óreiða. Í staðin fyrir að vera, heyrðu, af hverju fólki byrjaði að hlusta á þetta, þurfum við kannski að fara til einhverju þetta. Og eins með bara samfélagsmiðla, skilur, eins og fyrir mig, ég er ekki á TikTok. En ef fólkið er á TikTok, þú veist, maður vill ekki vera gæinn sem er að skrifa, sko, bók og, þú veist, það seljast 100 eintók og það er að því allir eru miklu svo fáið að vilja ekki lesa rosalega góðu bókina mína. Já. Í staðin fyrir að segja, heyrðu, hvað er ég að gera skakt þannig að sem veldur því að það er ekki markað fyrir það sem ég er að gera. Það geti líka verið bara þægindarammi, sko. Algjörlega. Að fólki finnst bara óþægilegt að þurfa að fara út fyrir sitt box. Og ég held að það geti verið bara mjög stór hluti af þessu, bara það er verið að fara heimurinn að breytast, hann er alltaf að breytast. Þarf ég að fara að breytast? Ég nenni því ekkert. Það var bara miklu betra að vera hrokafullur gagnvart breytingunum og vona þær bara hverfi. Einmitt. En maður endar einhvern veginn alltaf ef maður, eins og ég sé þetta, þá sér maður sko, eins og þessi stærstu fyrirtæki, þau eru alltaf á tánum af því að sko, ef þú ert ekki á leiðinni áfram og inn í það sem er að fara að taka við, þá þú veist, þá getur þetta gert rosalega rætt, sko, það getur gert mjög rætt að þú varst með flottustu vídeoleguna, svo bara er ekki lengur vídeospólur á DFD, sko. Já, svo bara byrjaði streymisettur. Nákvæmlega. Já, þannig breytist alltaf heimurinn, sko. Það er ástæði fyrir þessi stærstu fyrirtæki, stærstu fyrirtækin. Það er að því að þetta mentalitet er til staðar. Þannig mér finnst þetta mjög mikilvægt að vera alltaf svona alltaf leitandi og alltaf að læra, alltaf forvitin. Ég meina, ég byrjaði að nota TikTok líklega 2016. Bara þá var þetta verið glænýtt, ekki? Já, þá var ég var speaker og var að tala á ráðstefnu í Bandaríkjunum áhrifavalda og þá var bara verið að tala þessa nýju öldu TikTok, þá var nýbúið að breyta breyta hér Mozilla, nei ekki Mozilla, allavega eitthvað mús eitthvað sem var svona bara krakka. Var þetta ekki að tala um væn? Nei, hér eitthvað mús eitthvað. Okay. Þannig að það er einhverjur að horfa núna sem að hlæja og vita nákvæmlega hvað þetta hér. Og þeim miðli var breytt í TikTok, held þetta hafi verið 2016 frekar en 2017. Og það var verið að kynna þá þessar ráðstefnu og þá var búin að vera alda og þetta var ráðstefna netmarkasetningu og það var alveg sér líður bara hvaða áhrif þessi miðill mun hafa á markaskeran. Þannig ég stofnaði bara aðgang til að pröfa þetta og ég var duglegur að búa til efnið þarna í svona 2 mánuði og svo var ég bara búin að prófa það. Ok. Já, ég veit ekki, ég var einhvern veginn svona að því að svo hendaði þetta mér ekki, sko. Að því ég er svo meðvitaður sko, hvað símanótkunnin er að hafa mikil áhrif á okkur og ég á mjög erfitt, ég er ekki búin að vera lengi að skrolla þegar ég finn bara að þetta er ekki á góð áhrif á mig. Og bara einhvern veginn þegar TikTok kom strax svona mótstaða hjá mér, bara þetta er nú á að reyna að taka okkur alveg inn í þennan heim og einhvern veginn, skilur, en þá breytir það því ekki að þú veist, maður getur þó gert sitt besta til þess að vera allavega content creator þó maður sé ekki content consumer. Já, ég hef aldrei verið content consumer á þessum miðlum. Nei. Og sko, ég ætla mér ekki til á Facebook. Það er svolítið. Aldrei verið til á Facebook. Ég var með svona fake aðgang í nokkur ár af því ég stjórnaði sko mikið af Facebook síðum fyrir aðra. Og sérstaklega fyrir sko tónlistafólk og leikara. En
þá var ég bara búið til efni og að því að ég var gerfiðagangur þá átti ég ekki tengsl við neitt. Þannig að ég nota aldrei miðilinn sem slíkan, ég bara nota þann miðil sem content creator og ég ákvað bara strax þá bara, ég ætla ekki að fara inn í þennan heim og verða háður þessu miðli. Sem ég tek eftir að við allir í kringum manni eru bara háður þessu miðli, sko. Ef að Facebook myndi loka þá þið bara stór hluti fólks bara búin að týna öllu sínu lífi, sko. Já, Facebook og Instagram og svo... Instagram bara Facebook, sko. Instagram bara annar ángi af Facebook, sko. Þú notar bara sama orðið þetta? Þetta allt þetta meta, sko. Meta, já. Og þessi hét áður Facebook bara og þetta allt sami pakkin, sko. Og ef að þetta myndi loka og veri lífið þitt bara einhvern veginn, horfið bara nokkur ára eftir tíman. Já, ég gerði tilraun, sko, þá var ég komið með svolítið ógi á sjálfum mér á notkunninni að þá tók ég held ég sé að fara rétt með, tók 4 eða 5 mánuði þar sem ég var með Nokia 3310 og bara enga snjallsíma 2016 frekar en 2017 líka og þá tók maður eftir því þegar maður sjálfur þetta byrjaði á utanlandsferðum og svo þegar ég kom heim aftur þá tók ég eftir því hvernig ég var orðin bara eins og geimvera, skilur, bara allir í símanum og ég, þú veist, ég ekki bara að fara í Snake hérna, skilur, þannig að, en það var 2017 og bara frá 2017 til 2024 að á þessum tíma var samt alveg hægt að fungera, nú er þetta orðið eitthvað, þú veist, þannig að það er bara allir viðburðir og allt og fólk, sko, það sendir engin SMS lengur eða ringir. Ég fungera, sko. Þú ert ekki á neina þessu? Ekkert sem veitir með þetta. Ég til á Snapchat. Ok. Ég stóra á LinkedIn. Ok. Og ég á TikTok aðgang sem ég kíkja aldrei á. Góðu punktur, sko, því á endanum þetta allt bara afsakanir, sko. Á endanum mun umhverfið þitt aðlagast að þér ef allir vita að þú ert svo sem ert ekki á sig, sko. Já, og bara fólki kringum mig, það veit bara, það þarf að senda mér skilaboð með formlegri hætti, heldur en að búið til event og helst þá að ringi mig ef ég á mæta eitthvað starf. Ef ekki, þá missi ég bara að því. Og það bara allt í lagi. Nákvæmlega. Og ef ég lendi oft í svona einhverjum hópum, það sem verið að vinna eitthvað, sem ég búin að vera hans oft í söngvakeppninu og Eurovision og svona, það er alltaf einhver vinnahópur í kringum það eða eitthvað annað, þú veist, við erum nokkur sem hefum saman skútu og erum að keppa í því og svona. Og ég segi alltaf bara strax í byrjun, það verður ekki Facebook-hópur. Ég aftur á móti, sko, ég til á WhatsApp. Þannig að ég segi ég til í einhvern WhatsApp-hóp en ég ekki fara að byrja á Facebook fyrir ykkur. Já, þá kemur alltaf þetta sama, sko. Það er ekkert mál, sko, þú getur alveg gert. Ég get alveg stofnað þetta fyrir þetta. Haldið í alvörunni að ég væri ekki búin að stofna Facebook eða ég vildi vera til á Facebook. Þannig að ég er ekki að byrja á Facebook. Ef ég verður með þessum hópi, þá verður við bara ekki með Facebook-hóp. Og það verður ekki til Facebook-hópur sem svo á að reporta til mín, þá virkar þetta ekki. Og ef fólk til í það, þá ég til að vera með. Og það bara oftast þannig, sko. Mér finnst alltaf einhvern veginn mitt, ef ég væri að fara í svona verkefni og það væri eitthvað eins og þú sem sagði, ég myndi ekki dett í huga fara að þrýsta einstaklingum á Facebook, heldur fyrsta tilfinningi á mér alltaf, minnst eitthvað aðdáunarvert við það, þegar ég tala við einhvern í nútímanum sem ekki á Instagram og Facebook og þessum miðlum, þá finnst mér alltaf eitthvað svona sænum sjálfstjórn eða eitthvað, sko. Ég veit það ekki. Allavega, mér fannst bara strax í byrjun að þetta var eitthvað sem að ég bara, það var eitthvað væp hann sem ég kunni ekki við, en að nota þess að markastæki geggjað. Já, ég geri það alveg þvílíkt og svo ég er á stóru hluti fyrirtæki sem bara lifir á því, sko. En ég ætla ekki, sko, það sem ég teki eftir og mér finnst það íkjast eftir hverja árinu að fólk er orðið miklu meiri neytendur en það var á afþreyingarefni sem því þú þarft aldrei að skapa, þarft aldrei að hugsa þarft ekki að búa til neitt fyrir sjálfa þig þú getur núna vaknað á mótnana og ert að neyta efni samt þú sofnar á kvöldin og sko
þú ert ekkert að hafa fyrir því. Og sem að, sko, svo gerðist það svona, því ég er búin að vera búsettur núna í Oslo í 4 ár og ég mjög oft einn þar og þá var ég farin að, sko, búa bara til svona einhverja hegðun og sérstaklega podcast. Það var tímabili sem að ég bara var alltaf hlustandi á podcast. Og ég áttaði mig á því bara, ok, ég er bara komið með, nú er ég orðið bara neytandi. Og ég man alltaf eftir samtali sem ég átti við eitthvað félagsar sem kom til Íslands, ég gleyma núna hvað hann heitir, en Jón Gunnar Gerdal fluttan inn og þetta var svona gaur sem var svona einn af gúrunum í heiminum í markaðsrannsóknum. Alveg snilldar fyrirlestur sem hann var með. Og svo var okkur boðið, sko, mér og honum heim til mammas Jón Gunnar sem kvöldið í mat. Og sátu þar og borðuðum læri og svo gaman og ég tek eftir því að hann var einmitt ekki með snjallsíma. Og ég spyr hann út í þetta. Þetta er einmitt verið svipum tíma og þú varst snjallsíma hliðið þitt. Og ég spyr hann út í þetta og það var sérkennilegt að sjá manni í þinni stöðu sem er ekki með snjallsíma. Hann segi, já, veistu það? Ég bara áttaði mig á því. Mér var alveg hægt að leiðast. Að þið leiðist ekki, þá skapar aldrei neitt. Þannig ég skipti yfir í takkasíma og læt mér leiðast í lestinni. Hann býr í Ástralíu. Læt mér leiðast í lestinni og ef mér leiðist í lestinni, þá byrja hlutirnir að gerast. Sko. Þess vegna að fá alltaf bestu hugmyndir okkar í sturtu, að það er einu tíminn sem við erum með heilan alveg lausan. Sko. Og ég áttaði mig á því að ég bara núna 2 ára síðan. Þá er ég alltaf, því að ég nota almenningssamgöngu mikið í Oslo, ég var alltaf komið eitthvað í eyrun leið og ég var komin inn í annarkvæmt í eyrun eða í skroll. Og ég sagði bara, nú ætla ég að prófa bara, ég ætla aldrei að setja eitthvað í eyrun eða byrja að taka upp síman nefnum að ætla að kaupa miði strætó þegar ég er í strætó og þegar ég er í göngutúr, og því ég fyrir mikið bara einn í göngutúra eða út að ráða kajaka eitthvað svolítið. Ekki setja neitt í eyrun. Sko, það sem byrjar að flæða eftir bara nokkra sekundur, sko. Ef við leifum bara þessum nokkra sekundum að líða, sem að fólk, sko, það bara, sérðu eitthvað, það sest á talnagnarbiðstofu. Það sest, og þetta er fyrsta sem að gerir. Bara taka upp og byrja. Bara aðeins að hingra. Það tekur svona 20-30 sekundur. Svo þetta bara láta það leiðast. Þá byrja bara hugmyndirnar. Og í mínu starfi, því ég vinn við að skapa. Og ef ég bara leyfði þessu mómentum að vera til, bara það sem ég búið til fyrir viðskiptavinninu í haustum, sko, bara í þessum strætóferðum. Algjörlega, ég meina, ég hef lengi verið á þessari skoðun nákvæmlega sem þú ert að segja, að sko á bak við það að láta sér leiðast er sköpunin. Maður sér þetta bara á litlum börnum, sko, sem er reyndar orðið sjálfkeft í nútímanum, en mann þegar maður sjálfa var lítill og það bara, þú verður að láta það leiðast. Svo líður ekkert langur tími þar til þú búin að finna upp eitthvað leik. Sko. Já, þá ertu búin að bóka til. Já, þá er þessi kall fann að tala við þennan og... Já. Þannig að þetta er nefnilega mjög góða punktur að velta þessu fyrir sér í nútímanum. Hvað gerist í samfélagi þar sem er búið að taka út það að fólk megi láta sér leiðast? Og það er einhvern veginn, þú veist, æðislegt. Þú þarft aldrei að láta þig leiðast lengur. En á hinbóginn má maður segja, þú veist, að heilin í okkur er hannaður fyrir hvíld og úrvinnslu. Og nú, einmitt, eins og þú nefndir sturtuna, en þið segja, sko, það nánast þannig orðið og ég er alls ekki barnanna bestur, sko, að þú komin upp í rúm á kvöldin og búin að slaka ljósin og lagstur út af, þangað til þú vaknar aftur, það er eiginlega eini tíminn sem að heilin fær möguleika úrvinnslu. Allan daginn er hann að taka við áreitum og ég held að þú horfur á bara frá þróunarfræðilegu sjónarhorni, þá er ákveðin balans á milli inputa áreiti, úrvinnsla. Dagurögla, sko, þú veist, inputið á áreitum er búið að fara upp 5.000% og tíminn til úrvinnslu er búin að fara mjög mikið niður, þannig að þetta hlutfall er bara orðið brjálæðislega skakt. Og ég mynda manneski. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvi.tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.